Ok, við erum með söguna Gilitrutt. Bóndi bjó undir Eyjafjöllum og var hann nýkvæddur ungri konu sem var frekar löt. Bóndinn átti mikið fé og bað konuna að vinna ullina fyrir sig og hún sagði bara já. En fór hún ekkert að snerta ullinni í langa tíma. Þannig að svo kom einhver kerling á bæinn og bað frúin hana að vinna ullina fyrir sig. Og hún já, sagðist geta það. Og svo spurði frúin hvað hún þurfti að launinni. Og hún sagði að hún þurfti að giska á nafnið hennar rétt í 3. geturinn. Og hún myndi skila ullinni á fyrsta sumardaginn. Sumardaginn fyrsta. Þegar líða fór á árið var hún orðin frekar stressuð og bóndinn fór eitthvað að spyrja út í þetta og hún ákvað bara að segja honum alltaf söguna og hann sagði að hún hafi farið mjög illa að og sagði að það væri tröllskessa. Varð hún mjög skelfd við þessa frétt og einu sinni þegar bóndinn var einhvers staðar uppi á fjalli bara, þá heyrði hann í svona tröllkonu syngja svona hæ hæ og hó hó, eitthvað Gilitrutt heiti ég. Þá fattaði hann að þetta var konan sem var með ullina og skrifaði nafnið niður á miða. Svo var konan svona rosalega stressuð og svona. Og svo síðasta vetrardegi þá lét hann hafa miða með nafninu. Og hún trúði nú ekki alveg að þetta væri sko konan. En þegar tröllskessan kom, giskaði hann fyrst á hún heiti Signý og svo Ása. Það var ekki rétt og svo í 3. tilraun giskaði hann á hún heiti Gilitrutt og henni brá svo mikið að hún datt og svo hljóp henni í burtu og svo sást hann aldrei aftur. Og eftir þetta var konan alltaf dugleg og vann alla sem spildi sjálf.